Takk fyrir þetta. Þá ætla að tala aðeins víðar en bara yfir svertuættina. Og sumt af því sem ég sýni ykkur eru gögn sem ég safnaði meðan ég var í rannsóknarleyfi vestur í Bandaríkjunum síðasta vetur. En til að byrja með þá kannski rétt að tala lítið fjöruna sem búsvæði og strandfléttur sem slíkar. En það sem að við fléttufræðingar erum ekkert allt og margir hérna á Íslandi, þá finnst mér rétt að við reynum að halda saman og hampa hvort öðru. Og mér langar aðeins til að byrja bara á því að tala mastersverkefni Sigríðar Baldursdóttur sem hún kláraði við Kaupmannahöfn við Hafnarháskóla 85. Og þar var hún að rannsaka fjörufléttur, fór á 5 mismunandi staði umhverfis landið og fann þá nokkuð af fléttum. Meðal annars fann hún 25 nýja tegundir á þeim tíma fyrir landið. Alls voru þetta 86 tegundir sem hún fann. Hún svolítið dökk þessi mynd, reyndar að sjá hérna í salnum, en þið kannist við að þeir eru komin í fjöru hvernig beltaskiptingin getur verið. Við höfum brúnþörungana og aðra sjáað og rauðþörunga sem eru hérna neðst, það sem er á kafi í sjó, og síðan fáum við mjög oft áberandi svart belti sem er á fjörusvertu, áður en síðan koma gráleitari og önnur belti ofan við fjörusvertu beltið sem oft er líka sömuleiðis einkennist af hrúðuköllum, og þar ofan koma síðan aðrar tegundir sem oftar en ekki eiga líka heimili ofar á þurrlendi jafnvel og eru ekki eingöngu en nágreinilega að lifa af í fjörunni. Og í þessum 6 beltum sem að hún Sigríður afmarkaði á sínum tíma, þá var hún efst þá með það sem hún kallaði bara þurrlendi eða littoralbelti, og þar eru ýmsar tegundir sem eru oft algengar allt land. Þessar myndir sem ég sýni ykkur hérna til að byrja með eru allar fengnar að láni hjá Herði hinum fléttufræðinum og svo. Þegar við séum komið okkur öll 3 hérna nefnd og fengnar af Flóru Íslands vefsíðunni. Það eru fléttur eins og riðkarta, brúnkríma, Acrospora verensis og sneppaskófin sem reyndar nú algengum allt land. En þarna upp er þá mjög lítið af þessum tegundum sem bundnar eru fjörunni. Síðan þegar við komum aðeins neðar þá fara að koma fleiri tegundir sem eru mun meira áberandi þegar við komum við í fjöru og erum á ströndum. Eina tegundir þar sem að bundin er sjávarströndin er þessi Rhizocarpon ricardi sem reyndar hefur nú bara fundist á nokkrum stöðum umhverfis landið. Landfræðiflikran skiltenni er mynd af hér, Rhizocarpon geographicum, og síðan eru aðra tegundir eins og strandgráman og rínodína sem sömuleiðis er í sömu ætt og strandgráman. En ef við fikrum okkur aðeins neðar hér í fjörunni, þá komum við niður í það sem hún kallaði submesic supralittoral. Þar er enn farið að gæta meiri sjávaráhrifa, meiri seltuáhrifa. Og þar koma þá inn tegundir eins og strandmerlan, Caloplaca verruculifera, og sömuleiðis skarfamerlan sem myndir af hér, heitir Caloplaca scopularis. Og einnig seltutarka, þannig að það er farið að koma, og Artonia theobea sem enda finnst hún okkur langt niður sömuleiðis. En þetta eru þá tegundir sem eru farnar að verða háðar því, eða vaksa sem sagt bara það sem saltáhrifa gætir. Og það er náttúrulega það sem að einkennir svolítið lífið í fjörunni. Við erum annarkvort með að sjálfsögðu tegundir sem eru að koma, sem eru sjávarættaðar eða þurrlendisættaðar. Og það er spurning hvernig það þola seltuáhrifin þessar sem af þurrlendinu koma, meðan að hinar náttúrulega þurfa að þola þurrkin sem skellur á alltaf 2 á sólarhring. Síðan erum við komin þá niður í mesic supralittoral, eins og það heitir, og þar förum við að fá inn fyrstu sverturnar það er fjörusvertan og reitsverta. Ég sýni ykkur fleiri myndir síðan af svertunum á eftir. Og sömuleiðis þessi skelríla sem að virðist hafa ansi vítt búsvæði í fjörunum. Þá eru þarna eins og fjörutarkan og strandmerlan sem að myndir eru af. Og ég ætla aðeins kannski með að við erum hérna ekki komin dýpra niður í sjóin en þetta.
að minnast á að til dæmis með fjörusvertuna, að ef við erum það sem að gætir mjög mikilla saltáhrifa, því kannist náttúrulega víða við kletta og björg, þar sem getur verið ótrúlega mikið brim og það er salt úði sem fyrir langa leiðir og húseigendur sem búa ekki fjarri sjó kannast náttúrulega við þetta. Þannig að við sérstakar aðstæður þá getum að vera að finna fjörusvertuna miklu, miklu hærra heldur en þetta og jafnvel upp í 50, 70, 100 metra hæð. Ég held ég að við fundið hana í Færeyjum allt upp í 100 metra hæð einu sinni, en annars í þessu lagi þar sem hún vex, þá vex hún gjarnan ofan í sprungum, þar sem að helst aðeins betur rakin en ekki á þeim svæðum sem að þorna algjörlega upp. En síðan þegar við fórum að koma ofan í fjörusvæði sjálft sem að fer þá á kaf á flóði, að þá fyrir að fá fjörusvertu beltið sjálft, sem þá einkennist af fjörusvertunni, Hydropunctaria maura eins og hann heiti núna. Það er nú bara nýverið búin að skipta heiti frá því að vera Verrucaria maura. Auk þess sem við fáum mikið af ýmsum öðrum svertutegundum í akkurat það belti. Og síðan höfum við þessa tegund Colemopsitium halodites sem að getur vaxið þar, ýmist á klettunum eða á hrúðukollunum sjálfum. Og það er reyndar önnur tegund skyld henni sem að finna má oft á hrúðukollum sömuleiðis. En síðan þegar komið er undir, við erum komið þar sem að komið þar í fjörunni þegar maður eingöngu kemur á þurrt á háfjöru, að þar er fjörusvertan eiginlega horfin, en við erum með aðrar tegundir eins og stríatúla og dítimarsika og síðan þá grænsvertuna sem að en finnst ekki upp í littoral svæðinu, Wallenbergiella mucosa. Nú kannski örfá orðum nafngiftirnar, en mest af þeim nöfnum sem ég treysta með íslenskum heitum sem ég sýni ykkur hér og vitna til eru gerð af Herði Kristinssyni, og ég veit svo sem að menn hafa haft ýmsar skoðanir á þessu með grænsvertu. Sá að Agnar Ingólfsson kallaði í fjörubókinni sinni, kallaði þetta fjörugrænku. Það er kannski truflar aðeins lógíkina í okkur að eitthvað sé grænsvart eða eitthvað sé grænsverta. En mér langar sem sagt að byrja síðan að færa mig aðeins neðar og dýpra inn í sverturnar sjálfar. Og í því samhengi er kannski ekki úr vegi að byrja á að tala um fléttur sem slíkar. En eins og þið vitið að þá eru fléttur myndaðar af sveppi, oftast asksveppi og þörungi eða blábakteríu eða blágrænni bakteríu eða blágrænni þörungi. Við erum að vinna í því að ákveða hvað ætlum að kalla hlutina. En það kannski skiptir ekki máli meðan að þeir skiljast. Hérna er þróunarsögu tré sem ég fekk lánað úr grein eftir Cecil Geidan og fleiri. Það sem að meðal annars er sett upp fléttur settar upp á þróunarsögu tré asksveppana. Og því sjáum við að neðst á trénu þá skilja sig frá gersveppirnir og aðri slíkir áður en við komum hærra upp. Og það sem er grænlitað það eru fléttu myndandi tegundir. Og sjálfsögðu er þetta bara ákveðið úrval úr öllum sveppahópnum, öllum asksveppahópnum. Hérna uppi höfum við til dæmis rílurnar. Artonia feobea var nú eina tegundum skellríla sem finnst í fjörunum. Hérna er sömuleiðis tegund sem myndar fléttur, ekki til hérlendis. Auk þess sem meðan að síðan stærsti hluti sveppana kemur fyrir hér í Lecanoromycetes. Fléttursveppi gætum við kallað á íslensku. Síðan koma hér hópar sem ekki mynda sveppi, áður en við komum síðan hærra upp. Þar sem við fáum fjörusvertuættina eða svertuættina, skulum við kalla hana, upp á íslensku, Verrucariaceae eða bálkinu Verrucariales, og næst skildasti í hópurinn hann er hópur sem geymir ýmsa skrýtna sveppi, en meðal annars líka Aspergillus og Penicillium, þess að algengu, eða allavega marga af þeim, þá sem menn hafa komist að hvar eiga heima, en það eru sveppir sem fjölga sér kynlaust, og menn viti ekki alveg hvað er heima, höfðu ekki vita fyrir en þeir fengu sameindafræðileg gögn til þess að finna út nákvæmlega hvað er heima.
Og rétt í þessu þá langar mig að benda líka á að í þessum hópi hérna sem er skildastur svertu bálkinum, þar er þó nokkuð af tegundum sem að geta valdið sjúkdómum í mönnum. Og það eru til tegundir hér á landi, ég veit nú ekki alveg með þær sem valda sjúkdómum í mönnum, en það er meðal annars til tegund sem veldur sjúkdómum í fiskum, kallaður nýrnasveppur. Maður heitir på íslensku. En síðan er þarna líka, og það var reynda það sem var megin tilgangur með þessari grein sem að Cecil og félagar voru að skrifa, það var að kanna sveppi sem vaksa á steinum, einir og sér, og kanna hvar þeir ættu heima. Og þetta er náttúrulega hópur sem er algjörlega ómögulegt að rannsaka á þess að þú hafir sameindafræðilegar aðferðir á takteinum og geti beitt þeim. Og eins og þið sjáið hérna, að þá komu þeir út, þar sem þau einangruðu af steinum, beint af steinunum, og voru sveppir. Það eru notaðir einhverjir sérhæfðir vísar, sérhæfðir prímerar til þess að ná akkurat heim. Að þeir koma hérna út í þessum tveimur hópum fyrir hérna hjá þessum sníklum sem geta meðal annars lagt á menn, sumt af þessum sjúkdómum eru víst virkilega anstíkilegir, leggjast á heila fólks og fleiri viðkvæm líffæri. Og sömuleiðis hérna neðarlega virðist vera systurhópur við svörtu hérna ættina. Og sömuleiðis reiknuðu þá út á hérna þar sem að greinarnar eru að myndast, þar sem það greinast af, hverja varu líkurnar á að forfæðurinn hefði verið flétta eða ekki. Og þetta svo sem sýnir líka, kannski við förum aðeins tilbaka, annars ég myndist nú ekki beint á, en það sem við höfum eiginlega lengi vitað og erum alltaf að fá betur og betur staðfest, að það að vera flétta, það er ekkert sem gerðist bara einu sinni, heldur það eru margir hópar sveppa þar sem hafa tekið upp þetta fæðunám, getum við sagt, eða þennan lífshátt, þessa lífshætti, alveg að nákvæmlega svona hátt og við erum ekki með, það er ekki spurning um skyldleika að sveppir séu rotsveppir eða annað slíkt. Nú, ef við fyrir svo að grafa okkur aðeins inn í sveppuna sjálfar, og ég ætlaði rétt að segja, og síðan í sambandi við það að þeir fengu svona mikið af þessum sveppum sem vuksu beint á klettunum, fengu þá til að vera þetta skylda svertunum og sömuleiðis þessum sveppum sem valda þessum sníklum á mönnum, að þá áleituðu sem svo að það væri mjög líklegt að þetta hefði þróast frá einhverjum slíkum hópum. Þeir þola mjög erfiðar aðstæður, eru á steinum, þurfa að þola mikinn þurrk, þurfa að þola algjörlega að vera blautir á milli, þeir þurfa að þola mikinn hita þegar sólin hitar upp steinana, og það er náttúrulega eiginleiki sem er alveg gott að hafa ef þú ætlar að gerast sníkill í hryggdýri sem hefur 37 gráðu hita. Og þú þarft alltaf að vera að berjast yfir lífið þínu, og sama er þá með þá sem að komust á og mynduðu flétturnar, að þeir sömuleiðis er að velja sér mjög erfið búsvæði. Svertubálkurinn sjálfur hefur tvær ættir. Við erum með ætt sem heitir Atelococacea og þar eru einungis fléttuháðir sveppir, tiltölulega lítil ætt, og síðan er það Verrucariaceae sem eru aðalega fléttur. Það eru örfáar ættkvíslir fléttuhára sveppa og menn eru nánast sannfærðir það með því að skoða þróunarsöguna að þeir séu orðnir fléttuháðir sveppir eru svona sveppir sem ekki eru sjálfur með þörung í þjónustu sinni en vaksa á fléttum og verða að vaksa þar og vaksa hvergi annars staðar, allavega ekki sem við fundið enn. Þannig að við vitum þá að þær tegundir hafa tapað í, en svona forfæðurinn hefur sennilega verið flétta en hefur síðan byrjað að sníkja á öðrum fléttum síðar. Og síðan er ein tegund sem heitir þangblaðögn á íslensku, Mycophysias ascophylla, sem er talin tilheyra þessari ætt sömuleiðis. En það er reyndar, ég hef grunum að það sé ekki alveg rétt, en það ættir að koma betur í ljós síðar. Og þessar fléttur eru meira og minna steinvaxandi, oftast í rökum búsvæðum, og einu fléttuna sem við finnum neðan sjávarmáls, eins og grænsvertan þann áðan. Og þetta eru einhverjar 50 ættkvíslir með 1000 tegundum. Og hér á landi höfum við einhverjar 70 tegundir af svertuætt.
En rétt svona til að afmarka ættina þá þekkist hún á því að það eru skjóður sem að askarnir þroskast í og hérna sjáum við einmitt þversnið af skjóðu. Þetta eru bara eins og litlir sekkir sem að eru oftast sokknir í þal fléttunar og þar inni myndast askarnir og þá oftast með 8 askrófum eins og asksveppaði siður þó að þessi geti verið ýmsar útgáfur af því. Nú askarnir eru tvíhamir, eru gerðir úr eða 2 virkum lögum, þannig að líklega þegar þeir eru að dreifa grófum sínum þá springur ytra lagið og innra lagið stingur sér út úr munnanum uppi og þar út koma gróin til að dreifa þeim áfram. Og það er náttúrulega alveg, ég segi ekki gefið en það er náttúrulega langlíklegast að þessar tegundir sem fastar eru við vot búsvæði, þær koma gróunum út og þær dreifa síðan með vatni. Og það er náttúrulega alveg gefið eins og með sjávartegundirnar að það hljóta að vera að fara með hafstraumum á milli staða. Nú grábeðurinn sjálfur sem er hérna inni í skjóðunni, hann lítast blár í joði. En síðan afmörkun ættkvísla innan sjálfra ættarinnar hefur mikið byggst á bara 3 einkennum sem er skilveggi gróana, hvort að gróin eru einhólfa eða hvort það er 1 þverveggur og þau tvíhólfa eða fleiri þverveggi eða hvort það getur verið múrhólfa, þannig að þessu bæði þverveggir og langsveggir. Það er talgerðin, hvort þetta sé hvort hún sé hrúðurkennd, hvort hún sé hreisturkennd eða blaðkennd og svo er 1 tegund reyndar sem er við það að vera runnkennd, ég á eftir að tala aðeins hana í það síðan líka, og hvort það séu þörungar í gróbeðinu sem er náttúrulega, getum við sagt, rosalega instant og þægilegt fyrir fléttuna því að málið er náttúrulega það að þegar út flétta að þá skiptir náttúrulega máli við dreifingu er að þú eru alltaf að hitta félagarinn og þegar sveppurinn fjölgar sér með kynæxlun þá náttúrulega bara vera að dreifa svepphlutanum en ekki þörungafrumunum og þess vegna hefur komið fram í mörgum fléttu ættkvíslum ýmsar gerðir af svona æxlunarlausum fjölgunareiningum. Það eru til hraufur og það er til snepar og eitt og annað sem að dreifast. Hraufurnar eru svona duftkennt þal með þörungnum inn á milli sem að dreifist og myndar bara nýja fléttu, það er bara svona instant flétta. En slíkt þekkist ekki í svertuættinni, en hins vegar er í 2 ættkvíslum sem að reyndar er verið að vinna í að splitta upp núna og flækja þess málið, að þar eru inni í gróbeðnum þörungafrumur sömuleiðis. Þannig að þegar gróunum er dreift, að þá líklega fylgja þörungafrumurna með, þannig að hún er með félagan með sér þegar hún kemur á nýja staðinn. Og langflestar svertunum og þeim sem eru svertuætt eru steinvaxandi. Hérna sjáum við þróunarsögu tré fyrir ættina sjálfa byggð á nokkrum fulltrúum. Þetta er sömuleiðis úr grein Cecil Geidan og en það eru örfáar aðeins sem eru á jarðvegi. Þið sjáum það sem er merktið með bláu eru steinvaxandi tegundir meðan að þessar sem eru með litlausum kassa þær eru vaxa á öðru. Og það eru nokkrar sem eru á jarðvegi. Hérna ég tekið til bara íslensku ættkvíslirnar og þar eru með pírurnar sem eru í 2 ættkvíslum, Catapirenium og Placidium, stallapíra sem dæmi. Þær eru á jarðvegi meðan að við erum líka með fléttu háðar ættkvíslir. Eina sem heitir Mulerella, við erum ekki konið með gott íslenskt nafn á ennþá, og svo önnur sem heitir Skeðja og Placopirenium. Skorpuskeðja er eina íslenska tegundin sem þekktir af henni, meðan við höfum síðan þó nokkuð af steinvaxandi tegundum. Nú enn vitna ég í greinar sem að Cecil Geidan hefur skrifað með mörgum fleiri hérna í þetta skipti. Þetta er eiginlega afrakstur af vinnufundi sem við höfðum áhugamennum þessa ætt í heiminum á Akureyri fyrir 3 árum. Og það sem var reynt að taka saman þau gögn sem voru til þá, nú erum við komið með enn betra gagnasafn sem verður mjög spennandi að sjá þegar við förum að keyra það saman.
og sjá hvernig þróunarsaga allrar ættarinnar er. Þeim sem vilja hafa stöðuleika í nafngiftum til hryggðar má segja að típan eða einkennistegundin fyrir ættkvíslina Verrucaria, sem er mjög stór ættkvísl í dag með einhver nokkur hundruð, allavega hátt í 100 tegundir og fleiri hundruð nöfn tengd við sig, að hún virðist lenda hérna með mjög fáa tegundir tengda sér hérna inn í miðju trénu. En síðan fáum við tegundir sem að tegundahópa, við fáum hérna Hydropunctaria sem er hér, rauðlituð, og Wallenbergiella hér. Og þar lenda þessar tegundir sem að vaksa í fjörunum af svertunum. Hér á landi eru sem sagt einhverja 70 tegundir, eins og ég minntist á áðan, og stór meirihluti þeirra er steinvaxandi, eða 11 af þeim alls. Hérna er bara rétt til að sýna ykkur útlitseinkenni og mismun. Við erum með þessar sem eru blaðkendar, sem er eins og korpan, dermótakarpon. Við erum með pírurnar sem eru hreisturkendar. Við erum með bólur, pólublastia, og svo erum við vörtur sem heita Staurothele. Og þær eru hluti af þessum tegundum sem það er einmitt ennur af þessum ættkvíslum sem hefur þörunga í grópiði sínu. Af íslensku strandfléttunum þá erum við með cirka 10 tegundir þekktar, og þar af eru 2 vafasamar. Þessar vafasumu tegundir eru þarna inn í Svega, Borealis og Cernohorski. Og þær eru vafasamar vegna þess að þær hafa aldrei fundist eftir að þeim var lýst. Það voru hérna tekneskir vísindamenn sem komu hér fyrir áratugum, 5 sennilega, og söfnuðu víð land. Og fléttusýnin úr þeim leiðangri voru greind af þekktum fléttufræðingi í Tékklandi, eða Tékkóslóvakíu, sem var þá Servitt að nafni, og hann þótti svona að hafa frekar þröngt tegundahugtak, og þannig að menn eru langt í frá öruggir að þetta séu raunverulega tegundir eins og við lítum á þær í dag. Og aftur vil ég bara undirstrika það að nútíminn hefur vonandi lausnirnar á mörg af þessum vandamálum sem fyrirrennar okkar þurft að fást við, að því að nú getum við raðgreint hlutina, ekki að það leysi öll vandamál, en það allavega hjálpar oft til hvað það varðar. Og nú þegar er búið að flytja yfir í aðrar ættkvíslir, þessa Hydropunctaria maura eða fjörusvertuna, og svo grænsvertuna Wallenbergiella mucosa, og sömuleiðis Striatula, Verrucaria striatula. Hérna sjáum við svolítið af þessum tegundum. Hérna höfum við reitsvertu, Verrucaria sauðþókarpa, sem er svona við það að vera hreisturkennd, meðan að flestar af þessum tegundum eru mjög eindregið hrúðurkendar, getum við sagt. Verrucaria degeli, Verrucaria striatula. Hjá sumum af þessum tegundum þá eru svartir deplar einkennandi sem að liggja hérna inn á milli, og það er sömuleiðis hjá Verrucaria maura, þó sem er erfitt að sjá það hjá Hydropunctaria maura, myndi ég nú, hjá fjörusvertunni, og sé erfitt að sjá það vegna þess að falið er það svart. En svörtu blettirnir sem þið sjáuð annars hérna punktarnir, það eru munnarnir á skjóðunum þar sem að askarnir þroskast. Og hérna höfum við á grænsvertuna, Wallenbergiella mucosa, og sömuleiðis sjáuð á hérna munnana á skjóðunum. Þetta eru sérstaklega eins og grænsvertan þetta er mjög þunnar tegundir. Við erum að tala kannski 1-2, mestalagi 3 mm á þykkt. Getur oft verið hábölvað að safna þeim, því að eins og þið kannist líka við, þá eru fjöruklappir oft alveg sérstaklega vel núðar, og það er erfitt að komast einhversstaðar að með hamar og meitil, þannig að hægt sé að höggva úr flís sem er nauðsynlegt til að ná sýninu. Og hér sjáum við þá fjörusvertuna, sem að sömuleiðis, ef maður rýnir vel, ofta nú stækkunargler eða lúpu þegar verið að rannsaka þær í felti, til að sjá litlu munnana, svartari depla á svörtu þalinu, sem síðan mynda þar sem munnarnir eru af skjóðunum undir. Og síðan eru hérna 3 tegundir sem vaksa við ferskvatn, Hydropunctaria scabra, Macrostoma og Margasea, en þær báðar eru ennþá í Verrucaria, sem að
sem byggist bara á því að þær hefur ekki ennþá verið teknar basaræði þeirra og settar inn í til að skoða hvar það lenda miðað við hinar. Og svo langar við rétt að bæta hérna við, að því að tala um fjörutegundirnar, tegund sem að finnst reyndar í Kyrrahafi, sem heitir Verrucaria tavaresiae, en hún er sérstök fyrir þær sakir, hún lítur mjög svipað út, hérna er hún bara blaut á þessari mynd, þessin er hún svona svartleit, dökkleit, en hérna sjáum við hana þegar hún parna þotnaðis og hún berða alveg með sér að vera lík hérna Verrucaria striatula, eða Wallenbergiella striatula á þessum tegundum. Hérna sjáum við opnunum á munnan á skjóðinni, en það sem er merkilegt við hana er að hún er ekki með grænþörung eins og hinnar sem stóðbýling eða sem þörung sem sér ljóstillífurina, heldur er hún með brúnþörung, Heteroderma maculiforme, sem að reynda finnst hérna við Ísland líka, þannig að það er spurning hvort að sé möguleiki að finna þessa tegund hér. En rétt í lokin hérna með þróunarsögu svertana hér, og það var reynda það sem var mitt helsta markmið með rannsóknarleyfinu síðasta vetur, það var að raðgreina íslenskar svertur, reyna að koma þeim inn í kerfið og sjá hver tegundabreitileikin er innan tegundana, af því eins og ég sagði ykkur áðan að við erum með 3 einkenni sem að menn hafa aðalega nota til að skoða greina ættkvíslinnar. Innan tegunda erum að fást við kannski einhvern pínulítinn stærðarmun á gróum og annað slíkt. Tegundina líta ólíkt út eftir hvort þeir eru að vaksa sólarmegin eða skuggamegin á steinum. Það getur verið ýmislegt annað, til dæmis vatnsmagn og annað sem kemur inn á það hvernig þær líta út, og að við ætlum að afmarka tegundirnar og verðum við náttúrulega að gera okkur grein fyrir hvernig þær svara mismunandi umhverfi, og einfaldasta leiðin til þess að átta sig á því hvað er tegundin, það er að skoða að raðgreina DNA úr þeim og kanna síðan hvernig það tengir saman og hverjar koma saman út á grein, hver og einn fyrir sig þar. Og þetta voru alls 5 svæðalhlutar sem ég allavega reyndi að raðgreina. Það gekk misvel eftir tegundum og eftir sýnum. Og þetta var hátt í 100 sýni sem ég tók með mér hérna að heiman og er búin að raðgreina. Meirihlutin er þetta ferskvatnssýni en 34 af sjávarströnd, og þetta er síðan borið saman við þekktar raðir úr gagnagrunnum sem að hægt er að nálgast á netinu, bæði GeneBank og svo annan aftól gagnagrunni sem er Assembling the Fungal Tree of Life. Og hérna sjáu þið nú það sem ég er búin að senda svolítið af þessu inn á, og ég ætlast ekki til að nokkuð maður nái miklu viti út úr þessu akkurat, þannig að ég er svona búin að takmarka aðeins og reyna að líta á íslensku tegundirnar sem eru við sjó, sem við fáum út hérna á þessu hér. Þessari grein. Hérna uppi kemur hins vegar fjörusvertan, Hydropunctaria maura, og nú þarf bara að koma fleiri sýnum inn á ferskvatni til að sjá hvort að það sé ekki örugglega þannig að þær skiljist algjörlega að, þannig að sjávartegundina séu allar í þessari Wallenbergiella grein sem er hérna niðri, og ferskvatnstegundin séu allar í þessari grein að viðbættri fjörusvertunni sem reynda komunum þó nokkuð óvart. Þannig að ég ætla ekki að fullyrða að hlutinir lendi ekki einhvern veginn öðruvísi en við reiknum með. Þetta er sem byggt á LSU eða 28S genahlutanum. Þetta er byggt á mitochondrial 18S hlutanum, og það kemur mjög svipuð mynd út. Sjáu þið hérna. Síðan skal nú reynda viðurkennt að ég fékk sendingar frá ýmsum kollegum víða úr heiminum og meðal annars að athuga hvar koma út í þróunarsögutrénu tegundir frá Suðurskautslandinu. Þið sjáu að þetta hérna út. En það er svona fullsnefnt að gefa mikið út um það, og rétt í lokin svona ætlaði ég að leyfa mér að fara aðeins upp úr fjörunni og tala mjög skemmtilega tegund innan ættarinnar sem heitir strimlaflaga á íslensku. Hún er virkilega lítil, en hún er eiginlega hún er runnflétta. Hún sé þessari ætt og er eina runnfléttan mögulega henni, en hún rís ekki nema kannski 3-4 mm
frá steinónum, fann þá nokkuð af henni við Héraðsvötn hérna í hitni fyrra, en áður hafði hún fundist tvisvar austur á Héraði, og hún einmitt líka þeim óskupum gerð að vera með þörungana í gróbeðnum. Og þetta sýnir eiginlega svolítið líka hvað það getur verið hættulegt að hlaupa á eftir einkennum sem að gott að þekkja, eins og þessu hvernig þalið lítur út, því að kannski þetta mjög breytileg einkenni sem er mjög auðvelt að breytist í þróuninni, að það ekki spurningum hvort þú ert blaðflétta eða runnflétta eða hrúðurflétta, heldur eru aðrir þættir sem að seinna og hægar breytast í þróunarsögunni. En ég er búinn að taka 2 íslensk sýni af strimlaflugunni, og þau koma út á allt öðrum stað heldur en hinar endokarbontegundirnar sem koma út einhverstað hérna uppi, og þær koma út með trúðurkenndu ættkvíslinni Stáróþeli sem er skildenni. En svona rétt bara kannski helstu niðurstöðurnar úr þessu með að allavega enn sem komið þá hef ég enga ástæðu til að ætla annað en þessar svertur sem við finnum á sjávarströndunum, og þær séu allar í þessari nýju ættkvíslu Wallenbergiella, fyrir utan þá Hydropunctaria maura eða fjörusvertuna, sem að einhverja hluta vegna er með ferskvatnssvertunum og lendir þar, og síðan þessi stórmerkilega tegund strimlaflagan sem að er hluti af vörtunum. En reyndar ekki að taka það fram að niðurstöður benda líka til þess að þessi vörtu ættkvísl, Stáróþeli, hún sé ekki ein ætta, þannig að það á eftir að þurfa að splitta henni svolítið upp. Og rétt svona í lokin bara að þakka samstarfsfólki mínu þarna vestanhafs sem ég vann með síðasta vetur, og sömuleiðis styrktaraðilum Rannís og stofnuninni og Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar. Takk fyrir. Já, Borgþór spyr skildleikatrén og hvernig þau séu unnið. Sko, þessi tré eru byggð á eftir á líkindum. Þetta er gert, kallað posterior probabilities, sem er á bakvið það. Þetta er unnið í forriti sem heitir Mr. Bayes, og kennt við einhvern 18. aldar munk sem var starffræðingur og fann það út. Ég veit að menn hafa notað þetta í ýmsum fræðigreinum, þetta er til að reikna líkindi. Þetta er svona byggið sem þetta á sömu grundvallar hugsun eins og mestu líkindi, það maximum likelihood sem unnið er. Það er ákveðið módel sem er sett inn upp á það hvort sé líklegra að sé breytt úr hvort það sé líklegri transition eða transversion, og hvort sé líklegra hvernig líkindi séu á því að basarnir breytist úr einum yfir annað, þessi fjóri niturbasar sem að DNA er byggt úr. Og síðan er þetta keyrt fyrir margar kynslóðir og athugað alltaf hver eftir á líkindin á hverri keyrslu sé, ef eitthvað breytist, og tekin þau sem að líklegust eru. Og eins og með þetta, að það sem að talan 1 er fyrir ofan, þar hefur sem sagt, það komið í öll tilfelli, hefur þessi grein haldið sér. Og það eru greinar sem að við leggjum tiltrú á og treystum vel. Kannski rétt, fyrst að minnast aðeins á þróunarsögutrén, að þá til dæmis eins og í þróunarsögutré eins og þessu stóra sem við tókum alla ættina, að þá fengum við góðan stuðning, bæði með þessu PP, posterior probabilities, og öðrum aðferðum sem voru beitt, til dæmis bootstrap, þeir eru bara tekin hluti út úr fylkinu sem hefur verið að vinna með, að þá kom ágætlega sterkur stuðningur við þessa greinar, en það sem var stífst í trénu, grunngreinarnar, það var mjög erfitt að fá góðan stuðning á þær. Þannig að við vitum ekki hvernig ættin byrjaði að greina stað. Við vitum nokkuð hverjir eru endapunktarnir, en við erum mjög erfitt með að átta okkur á því, og það er reynda vandamál í mörgum fleiri hópum.
Já, Jón spyr hvort að það séu 85 tegundir af fjöruflettum þekktar og sé ekki fleiri en þess að Sigríður fann í sinni ritgerð. Þetta var nú sennilega full ónákvæmt sagt hjá mér. Þær eru fleiri, en hins vegar tók hún líka til tegundir sem hún fann á stöðunum. Þannig eins og þið sáuð þarna á fyrsta staðnum sem við vorum að tala þegar út á leiðinni niður fjöruna, að þar erum við með tegundir sem við finnum allstaðar. Við erum ekki bundnar við fjöruna. En tegundina sem bundnar eru fjörunni sjálfar. Sem að finnast hvergi annars staðar. Ég er ekki viss að þær nái þeirri tölu. Ég hugsa við sem að tala einhverjar 60-70. En ég skal ekki alveg fullera það. En já, spundaþarnir spannar landið. Þannig að stóran hluta því. En við erum búin að finna nokkra tegundir síðan en þetta var gert. Já, Ólafur Nílsen spyr hvort það sé einhverja svona tegundum einlendar hér á landi og hver löng þróunarsaga sé á baki. En nei, þær eru ekki einlendar nema á þess að þarna tvær vandræða tegundir Borealis og Cernohorski, en þær eru meira en einlendar, þær eru bara fundist einu sinni á einu stað, en eru sennilega bara útlitsmorf af fjörusvertunni. Þessar tegundir eins og fjörusvertan, hún finnst allt Atlantshaf og yfir í Kyrrahafi líka. Ég er ekki séð, og það er hluti af því sem ég er mjög spenntur að vita, það er að sjá hvort að það sem þeir kalla verðukarja mára í Kyrrahafi, hvort að það sé það sama og við höfum. En þær dreifast mjög, mjög vel. Ég er ekki komið með niðurstöður, ég bíð eftir að fá sýni frá Færeyjum, bara til að sjá hversu mikil breytileikin er og hversu langt við getum áætlað að sé síðan þær skildu stað. En þær dreifast með sjávarstraumum í nokkuð vissum, framleiða óhemjuvagn af gróum og sennilega eru þessi þörungar sem þær fara síðan í sambýli við. Þeir eru þá til staðar víða, þannig að það er létt fyrir þær að komast á milli. En með fléttutegundir almennt þá eru þær ekki, það er miklu sjaldgæfara þær séu einlendar heldur en háplöntur sem er þá líklega vegna þess hversu auðveldar, miklu léttari fyrir þær að dreifa sér heldur en fræplöntur sem eru með þungt fræ. Og við höfum sem dæmi þá höfum við tegundir sem eru það sem er kallað bipólar og finnast hér á norðurhjara og eru síðan á suðurskautinu líka. Og við höfum einmitt eina tegund sem er gott dæmi slíkt sem er tröllarskegg, húsnæða svaselata. Jú. Jú, takk fyrir það Sturla. Sturla spyr hver sé staða þörungsins í sambýlinu og ég held sé alveg rétt hjá þau Sturla, hann er mjög illa settur þarna. En reyndar verðum við náttúrulega að líta á það líka að víða það sem að fléttur vaksa, þar myndir þörungurinn aldrei að vaksa upp á eigin spýtur. En svona í seinni tíð hafa menn vilja líta á þetta ekki sem þetta fullkomna sambýli þar sem að báðir aðilar hagnast ótvírætt, heldur hafa þeir vilja kalla þetta frekar eitthvað sem að væri svona stýrt sníkjulífi, controlled parasitism. Og þörungarnir, þeir líta allt öðruvísi út í fléttusambýlinu heldur en ef þeir fá að vaksa frjálsir og óáreittir. En síðan hinn spurningin með hvort að það séu ætar þessar
þessar fléttur í fjörunum, þá veit ég reyndar ekki til þess að þær hafi verið borðaðar og hef reyndar aldrei verið það nestislu sjálfur að ég hef prófað. En þær eru líka flestar af þeim hrúðurfléttur sem er erfitt að safna og þess vegna ekki ómaksins virði í flestum tilfellum. Ég bara veit það ekki, það getur verið. Ekki baneitt það svo ég viti. En það eru til slíkar fléttur sem að, vísu ekki hér á landi, sem hafa verið nýttar sem úlfaeitur meðal annars. Borgþór spyr hvort að flétturnar hafi þróast á landi eða hafi komið úr sjónum upp. Það er ekki vel vitað, en við náttúrulega vitum það að fléttusambýlið hefur þróast oft, þannig að það getur verið mismunandi eftir hópum. Og þessir kollegar mínir þarna, Cecil Gaetan og fleiri, og það var nú meðal hans hluti af þessu verki þar sem hún var að skoða þessa steinvaxandi sveppi, þess að vaksa beint á steininum og tengst þeirra við fléttunar. Það var aðeins að leita svara við þeirri spurningu hvort að sveppuættin gæti hugsanlega verið kandídat í það að hafa verið sveppir sem koma og byrja beint niður í fjöru að mynda sambýli og koma þá leiðina upp á land. En hitt er málið að við höfum ekkert mjög mikið af sveppum í sjó. Og það, ég hef lesið greinar þar sem menn er að halda því fram að flétturnar hafi verið fyrstar á land og þetta var eina leiðin til að koma sér þegar áður en eitthvað byrjaði að myndast á landi af öðru. En þá var þetta verið leiðin, þú gast lifað þarna með þörungunum og þær hafi getað komist upp og þetta er meðal annars það sem að knýr áhuga manna, þeir senda alltaf fléttur þegar NASA sendir einhver geimför og ætlar að tekka á hvað getur lifað í geimnum, að það voru það bakteríur og kannski þörungar og svo voru það fléttur sem reyndar koma ótrúlega óskapaða tilbaka eftir slík ferðalög.